Ég held ég sé byrjaður að heyra raddir. Nú. Já, hvernig lýsið það sér? Jú, ég vakna á morgnana, sko, og þá er ekkert að, sko. Ég borða og klæði mig og bursta tennurnar og allt þetta vanalega. Svo fer ég í vinnuna og þá byrjar þetta. Alls konar raddir og tónlist og svona. Geturðu lýst þessu nánar? Já, ég tek töskuna mína, fer út í bíl, set hann í gang, þá byrjar það. Er það ekki bara útvarpið? Gott við. Útvarpið í bílnum? Nei, ég kveiki aldrei í útvarpinu. Sum útvarpstæki fara í gang leið og bílnum er startað? Já, líklega er það útvarpið, sko. Af hverju datt mér það ekki í hug fyrr? Þetta er fyrsta barnið, ekki? Jú, það stemmir. Já. Þeir eru bara liðið vel? Jú, mjög vel. Já. Fínt. Já. Heyrðu. Þetta er hérna. Já, einmitt. Hvað, er eitthvað að? Ha, nei. Ég ætla bara aðeins að sýna fæðingarlæknunum okkar þetta augnablik. Guðbjörn. Gætirðu aðeins? Nei. Hvað? Ég hef nú bara aldrei séð annað eins. Vignir, komdu sjá þér. Vá! Hvað, er eitthvað að barninu? Rosa. Halldór! Halldór! Komdu, það er eitthvað að barninu okkar! Varstu að kalla? Fyrirgefðu, elskan, ég heyrði ekki í þér. Við verðum að hafa algera einbeitingu þegar við erum að æfa. Hvað ertu að gera? Hvað? Við skulum þá taka fyrsta kaflan aftur og með fiðlunum... Alltaf með fiðlunum? Hvað er svona merkilegt við þessar fiðlur? Akkur ekki með víólunum? Sko, þessi kafli er skrifaður fyrir fiðlur, ekki víólur. Allt í lagi? Svo kemur óbóið inn og þá vil ég að... Óbó, hvað er svona fínt við þetta óbó? Akkur má ég ekki spila nóturnar sem óbóið að spila? Sko, ég vil gjarnan hafa þetta eins og þetta er skrifað. Er það í lagi? Já, hæ. Já. Nei, hérna á æfingu. Nei, það er ógeðslega leiðilegt. Já, ég fer aldrei að spila neina nótur. Fiðlurnar fá að spila allar nóturnar. Já. Já, svo er örugglega hjá hljómsveitarstjóranum til að fá athygli. Já. Hvað? Má ekki segja sannleikann hérna?
Hættu þessu, Svenni, þetta er ekkert fyndið. Jóka! Hættu þessu! Guðrún! Guðrún! Boðskapurinn í þessu atriði að þú skalt ekki gera grín af þeim sem eru öðruvís en aðrir, fatlaðir, vegna þess að þú getur sjálfur lent í slysi. Glæsileg ullarjakkaföt. Nei, 40% gabardín og 60% ralón. Silkiskyrta og silkibindi en karlmannleg. Nei, skyrtan er nælon og bindið er póliester. Gljáandi leðurskór. Nei, 100% plastík. Kvöldið er yðar í gerviefnunum frá Karnabæ. Það var Jesús sem bjargaði mér. Það var Jesús sem bjargaði mér. Það var Jesús sem bjargaði mér og mér. Það er lífsins helga mér. Halleluja! Það var Jesús sem bjargaði mér. Það var Jesús sem bjargaði mér. Það var Jesús sem bjargaði mér og mér. Við lífsins helga mér. Ég var glataður en Guð tók mig og gerði mig að þeim manni sem ég er í dag. Ég syngaði en nú er ég frelsaður. Ég hugsaði saurugar hugsanir en nú er ég hreinn. Ég laug að vinum mínum, ég lamdi konu mína og ég kvaldi börnin mín en Guð fyrirgaf mér. Ég ofsótti útlendinga og svertingja og ég eitraði fyrir fötluðu fólki og einstæðum mæðrum. Ég drap föður minn, ég svívirti móður mína og ég stundaði kynlíf með dýrum. Og ég mun halda áfram að synga og svívirða því Guð mun fyrirgefa mér. Halleluja! Bumba. Nei, kúka. Já, komið sæl og blessuð, velkomin í þáttinn Harmsögur úr samtímanum. Gestur þáttarins er þjóðþekktur að þessu sinni. Hann var einn af ástsælustu leikurum þjóðarinnar en lenti í hremmingum. Ég er hér að tala Hjalta Gunnarsson, klassískt menntaðan leikara, sem varð fyrir því áfalli að festast í gamanleik. Hjalti. Já, ég hef alltaf verið með annan fótinn í gamanleik. Ding dong, Sigrún heima. Og það byrjaði nú eiginlega svona bara sem fikt, sko, en svo fann ég bara að ég sökk alltaf dýpra og dýpra í grínfennið og að lokum þá bara gat ég ekki losað mig. Ég var fastur í kviksyndi grínsins. Úi! Já,
Við skulum kíkja hér á lítið brot úr kvikmyndinni Móðir mín í kví. Ég kom til að kveðja þig, Halldór. Þú séð mig aldrei framar. Ég hef verið gefin illu á sýslumanni. Nei, ef þú hefur verið gefin honum, get ég ekki bara gefið þér eitthvað þannig að þú getur gefið honum eitthvað þannig að ég geti gefið mér þitt tilbaka. Þið gefa mikið fyrir að vera nærblokkin hans, eða skiljið hvað við. Kött? Er eitthvað með kött hérna inni? Já, ég er með kött. Komdu hérna, kísið mín. Einu sinni enn. Ég fyrirgefi þig. Já, þetta hefur verið erfitt. Já, ég myndi gera allt til þess að geta orðið alvarlegur aftur. Afsakið. Þetta er ástarþvæla. Allir eru að væla. Þetta er kettlinga mín einhverja kettlingu sem að elskar einhvern kall og er alltaf að grenja út af því að hann elskar hana ekki neitt, það er hún svo beljuleg og ljót. Hvar er Vigfús? Þarna er Vigfús. Ingi Jón Hafsteinsson hefur í mörg ár hermt eftir fólki. En hvernig verður maður góð eftirherma? Já, það er nú það. Ég reyni nú bara að fylgjast vel með, hafa augun opin. Ég horf á sjónvarp og les blöðin, hlusta á útvarp. En annars, herm ég mest eftir þeim sem ég þekki. Það verður að þekkja vel það sem maður hermir eftir. Það er svona, þú veist, orðalagið, röddin, tónninn og svona, talandinn, allt mjög mikilvægt. Þetta er faðir minn. Afsakið, er ég að trufla? Afsakið, er ég að trufla? Ég er svo gamall og ljótur og vitlaus. Ég er 105 ára. Það getur hvað röddin er gömul. Ég er pappans Inga. Það þolir mig enginn á heimilinu að ég er svo kalkaður. Ég er óþolandi gamalmenni sem engum þykir vænt um. Það er ekkert allir tilbúnir að láta herma eftir sér. Það er bara eins og fólk þorir ekki að horfast í augu við sjálft sig. Ég sýni fólk bara eins og það er. Ég er ekkert að fegra hlutina neitt. Það væri bara fals. Og líka annað sem... Pabbi, getur þú kannski gefið mér pening fyrir kóki og samloku? Já, gjörðu Ég sýni þið bara eins og ert. Þú er bara að horfast í augu við það. Pabbinn er bara svona góð eftirherma. Já, en mér finnst aldrei skrítið hvað eru fáir sem kunna meta góðar eftirhermur. Tók eftir því þegar ég byrjaði að herma eftir og ég hef eiginlega bara mist alla vini mína síðan. Og það er kannski líka ástæðan fyrir því að kona mín fór frá mér. Ég veit bara að þetta er svo kaldranalegur og hanskilegur. Já, ég verð að segja það. Minn tími mun koma. Oj. Sannur karlmaður sefur í kytru sinni. Hann klórar sér græðgislega. Sofðu, manneska, sofðu. Svefninn er svangur.
Hver kannast ekki við þetta húsráð, að bleita fingur til að athuga hvort straujárnið sé heitt? Lengi var ekki vitað hver átti fyrstur hugmyndina þessu ágæta ráði, en nú hefur hann verið fundinn, og það engin annar en Vestur-Íslendingurinn Sturla Magnússon Gimli. My wife reka fyrsta laundry here í Gimli, and þar var mikið ströið, you know, and hún notar mig til þess að finna if the iron was heitt. Og ég verða með mikið að blöðrur á mína fingers því yfirleitt iron verða mjög heitt. Så ég vilja finna ráð, því að hendin mín yfirleitt verða alltaf burn. Så ég fyrir að hugsa, why not a water? So I just put a water in glass and just dipped my finger in that. Og så verða ég pínulítið clumsy og glasið detta gólf. Så ég byrja að sleikja minn finger, like this. Þetta ráð verða komið. Já, við Íslendingar getum verið stoltir af hugvitsmönnum okkar og sendum Sturlu kveðju frá gamla landinu. I don't want any money or peningar. I just want folk to muna mitt nafn. Sturla Magnússon Gimli. Já, og þá sagði hérna vinnukonan, brjóstahaldarinn í skápnum vinstra megin. Þú kynnist myndarlegu manni og fyrr en varir tekur ástin völdin. Þú byrjar að búa með honum. Þú giftist honum. Þú eignast með honum börn. En hversu vel sem þú þekkir hann, geturðu aldrei verið 100% vissum að hann kom ekki óvænt út úr skápnum. Annað eins hefur nú gerst. Hafðu vaðið fyrir neðan þig og tryggðu manninn þinn hjá Homma Tryggingu HF. Ef maðurinn þinn kemur óvænt út úr skápnum, farðu borgaðar fullar bætur og allir eru ánægðir. Homma Trygging HF. Lífið er of stutt til að taka sénsa. Mamma og pabbi, þetta er Klaus, herbyggisfélagi minn. Og ég stend hérna á mótornum og að taka mynd. En við skulum sjá hvernig myndin lítur út frá hans hlið hérna. Já, mamma og pabbi, svona getur nú undraheimur myndbandatæknina verið. Á haustmánuðum fésmalað saman af fjöllum og rekið til réttar. Þá góður siður meðal bænda að fá sér eilítið í staupsinu. Brjóstbirtan gefur mönnum oft hugrekki og kappsemi sem nægir vel við smölunina. En þó skal gæta hófs, því Bakkus gamli fjandi hefur oft yfirbugað margan góðan drenginn og haldið honum frá smölun. It's a question of desire. It's a question of fire. Oh, it's a question of desire. It's a question of fire. Oh, my fire lady, you melt my eyes with fire. You make me go crazy. I'm full of desire. Oh, fire, 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 full of desire. You make me going crazy, crazy, crazy.
Good burning. Góðan daginn. Is Krangles in the burgles in the burn? Fyrirgeðu, ég skil ekki. Is it cran in a burn? Sarkensturn in a freckles? Ég ekki skilja. Eitthvað að? Ég bara skil ekkert hvað hann að segja. Ég held að sé að tala útlensku. Já. Ég nú verið daldið í útlöndum sjálfur. Ég get kannski talað eitthvað við hann. Rabbits and rabbits. Oh, Tranigans in the Kurgles in the Frackenson Nation. Hann spyr hvort hann getur fengið morgunverð upp á herbergi fyrir hann. Já, alveg sjálfsagt. Er að dusja, Tom Salaga, dusja. Goat in the stern of their Tran. In a Bunder cup. Hálf 9. Ekkert mál, takk fyrir hjálpina. Já, það var nú lítið. Travis? Oh, Travis and Bravis. Já, þá eru öll samankomin. Hver hefur nú trúið að því að það séu 15 ár síðan við útskrifumst. En allavega eins og í munið þá var ég með plötukynningarina veturinn 83-84 og það mættu nú aldrei margir en þó aldrei eins fáir og þegar ég ætlaði að halda Whitesnake plötukynninguna. Ég hef búinn að auglýsa hana allan skóla með þessu kennarastúni líka, en samt mætti enginn. Og það var þessum plötukynningum hætt og það var að undirlagi Gunnar sem þá var formaður nemendafélagsins. Blessaður Gunnar. Og tekið hans groppi með þig núna og varst það. Allavega, ég ætla að byrja þessa plötukynningu innan núna og ég ætla að slá þeim bara saman í eitt, þessum plötukynningum sem voru planaði fyrir veturinn. Það var sem sagt Whitesnake, Uriah Heep, Pink Floyd og Elvis Costello. Whitesnake var stofnað árið 1978 af David Coverdale sem áður hafði verið söngvari Deep Purple. Og við skulum heyra hérna fyrsta lagið af fyrstu plötunni þeirra sem hét einfaldlega Whitesnake. Og lagið heitir einfaldlega Get Down Under the Fog. Síðan ég kynnti skilyrtu námi hef ég haft fullkomna stjórn á nemendum mínum. Þeir mæta betur, hlusta betur og svo er ekki með neitt kjaft við mig. Og þess vegna var Napoleon mjög mikið upp á kvenhöndina. Nú, sem er kannski... Varstu ekki hvað ekki seint? Já, þetta kemur ekki fyrir aftur. Nei. Í sveitinni minni eru mörg falleg dýr. Uppáhaldsdýrið mitt er kýr. Nei, kú. Nei, kýrar. Nei, belja. 4 sinnum 5 eru 20, 5 sinnum 5 eru 25, 5 sinnum 6 eru 30. Ó, fyrirgefðu skúli minn, ég ruglaði smá. Ég mæli með skilyrtu námi fyrir alla þá sem eiga við agavandamál að stríða. Í skólum. Svo er þetta líka bara skemmtilegt. I just want folk to munna mitt nafn. Sturla Magnusson Gimli.